Komið sælir árundu góðir. Þakka ykkur fyrir að horfa. Við erum að fylgjast með fyrstu leikjunum í Reykjavík á mótinu í fótbolta hér í Egilshöllinni. Áðan sáum við Fjölni vinna öruggan 3-1 sigur á Víkingum. Já, var ekki svo öruggur, síðasta markið kom í uppbótartíma. Rétt áður en Kristinn Jakobsson flautaði til leiksloka. En hér eru það Fylkismenn og ÍR-ingar við megast við. Úrvalsdeildarlið Fylkis og fyrstu deildarlið Víkings. Nei, ÍR. Leikurinn fer svona nokkuð rólega af stað. Við erum að þreifa hvert og öðru eins og mennin jafnvel hérna. Það verður áhugavert að sjá fyrstu deildarliðið hér á móti úrvalsdeildarliðinu. Fylkismenn með mjög sterkt lið og reyna að flauta yfir þarna. Það er hérna í áleitlegri sókn en rangstaða á Ingimund Níels Óskarsson. Förum yfir byrjunarliðin þá er Bjarni Þórður Halldórsson í markinu hjá Fylki. Það eru leikmenn Ásgeir Börkur Ásgeirsson, Valur Fannar Gíslason, Þórir Hannesson, Ingimundur Níels Óskarsson, Andrés Már Jóhannesson, Jóhann Þórhallsson, Albert Brynjar Ingason, Tómas Þorsteinsson, Andri Þór Jónsson og Davíð Þór Ásbjörnsson. Varamenn verða kynntir til sögunar þeir eru komin á. Þeir fyrir yfir að hægstu leiknum eftir hjá ÍR er það Þorsteinn Einarsson sem er í markinu. Spurning hvort hann þurfa að fara taka á því í fyrsta skipti leiknum hér. Það er ágætis stöðu Fylkismenn. Þannig fannar hér að stjórna spilinu þarf að senda tilbaka. Og það skiptum Tómas Þorsteinsson hérna vinstri bakverðinum. Davíð með sendingana fram. Jóhann. Já, geta að spila hjá þeim. Sendingi fyrir. Og ÍR-ingar hreinsa frá eða hvað. Þorsteinn boltan á Val. Já, þeir stjórna þessu hér. Fylkismenn. Það er búin að ná að hemja boltan og það er að reyna að teima ÍR-ingana fram fyrir einhverja glufur. Ég held að fram að fara yfir byrjunarliðið ÍR þá er það útileikmenn Karl Brynjar Björnsson, Guðjón Gunnarsson, Kristján Ari Halldórsson, Árni Freyr Guðnarsson, Halldór Arnarsson, Almar Þorsteins Þorleifsson, Örn Úlfarsson, Axel Vignisson, Rannver Sigurðarsson, Jón G. Ström. Já, og hann er ætlasti maðurinn. Já, gengur ekki hjá ÍR-ingum og Fylkismenn vinna boltana hættulegast að Jóhann Þórhallsson missir boltan út af sínum mér. Tómas Þorsteinsson með yngastið. Já, Albert Ingason hérna í barðunni vann gataboltan Jóhann. En finnir ekki samherja á boltin út af Inga sem að ÍR-ingar eiga á eigin vallarhelmingi. 9 mínútur og 20 sekúndur liðnar á leiknum en þá markalaust. Við bíðum með þá eftir fyrsta færinu. Það er vel gert hjá Tómasi. Albert og fær Tómas boltan aftur. Já, það er boltinn
af honum og aftur fyrir. Ágætlega varist hér hjá Íringum. Það var staðið þess að pressa ágætlega. Fylkismenn ekki ná að skapa sér færi. Berki og upp úr því fær Ingimundur ágætis færi hér. Hvað gerir hann? Já, í vandræðum með að leika á Axel. Fyrirgjöfin. Skalla þetta frá Ásgeir Börkur. Tingar upp boltan. Ingimundur. Gekk ekki. Það var að Rannver. Hann öskufljótur. Finnur ekki Samira samt. Ásgeir. Og Valfannar. Það var ekki að spila hér. Nei, hann ekki í boltanum. Örn las þetta vel. Jón langar sendingu fram. Íringar trista svolítið á þetta að verjast og ná svo sækja hrattir í vinnaboltan. Og svo kannski vera að búast. Langsending fram. Örn Úlfarsson setur þetta í innkastið. Boltinn inn á til Jóhann, vel gert hjá honum. Albert stígur á boltan og hvað er ná að hreinsa þetta frá. Ásgeir Börkur vinnur þó boltan hér út á miðjuvelli. Þórir sendinguna fram. Ingimund vil fá hjálpina þarna og kemur ekki. Og Íringar eiga innkastið. Berist hér í skalla tennis, Valfannar. Það getur tekið þetta niður en ákvað eina langa sendingu sem var ekki neitt. Slug sending hér út úr vörninu á Ásgeir Börkur. Þetta getur verið hættulegt. Sendingin á Jóhann. Markspyrna frá marki Íringa. Bergaði sér þarna Halldór Arnarsson sem átti þessa sendingu úr vörninni. Skapaði þessa hættu. Íringar treysta mikið á það að fá ná Árna Frey Guðnasyni inn í spilið. Hann er hérna sá leikmaður sem að skapa hvað mest fyrir ÍR. Bróðir Atla Guðnasonar hjá FH. Barátta hérna og Íringar eiga innkastið ágætlega gert hjá Halldóri. Virkar svona hálfstressaður á boltan hér þessar mínúturnar. Þetta var ágætlega gert hjá honum. Aukaspyrna dæmd, bakgrinding og Davíð Þór Ásbjörnsson. Brotið á Rannveri. Máli hjá Breiðablik á síðasta tímabili.
Kemur sendingin, Kristján Ari með hana. En Bjarni Þórður Hondanavaxinn grípur þetta örugglega og með langa bolta fram leitar Alberti Brynjar Ingasyni á boltinn skoppar, það getur allt gerst. Nei, Albert dæmdur brotlegur. Og ekkert var á þessu 15 mínútur liðnar af fyrri hálfleik hér. Þetta var markalaust. Þessi leik Fylkis og ÍR. Í blíðunni hér inni í Egilshöllinni. Árni fyrir með langa sending út á vinstri kantinn. Boltan aftur hér. Ágætis pressa hjá Fylkismönnum vinna boltan. Góður bolt á Jóhann Þórhallsson, hann í ágætis stöðu hér, fljótur. Ágætis tækling. Vel gert hjá Halldóri Arnarsinni. Glæsileg skriðtækling þarna á gerðugræsinu og markspyrna sem Íringar fá. Valur Fannar vinnur skallan við og Ásgeir Börkur stekkur hátt hérna. Jóhann tekur á boltan. Glæsilega gert þarna hjá Andri sem á brotið á honum. Aukaspyrna á hættulegum stað. Faraðir allir stóru strákarnir í Fylkisliðin inn í teginn. Enginn Gylfi Einarsson í liði Fylkis í þessum leik, hann afbragðs kallamaður. Þetta of langt, Þorsteinn byggjar þetta upp og Rannver fær boltan. Ásgeir Börkur stöðvaði þetta í fæðingu. En Íringar eiga innkastið. Öflugir í loftinu hér, vinna boltan Íringarnir. Það svona aðeins farnir að finna taktinn betur. Það er að halda boltanum aðeins innan liðsins. Reyna hér að fara upp vinstra megin. Skulli gott að fá langt yngast eða eitthvað, nei. Þannig að opna. Leita hann aftur. Fylkir fær innkastið. Davíð og Þórir reyka mennina fram. Þórir ætlar að spyrna langt. Aðeins of langt og Íringar að vinna boltan. Í skammastund þó, þetta eitthvað smá misskilningur þarna en þeir björguðu þessu. Andrés sendi boltan þarna á milli þeirra og fínasti sending tilbaka en Jóhann hefur verið rangstæður. Sendingin komið aðeins og seint fyrir hann. Ómögulegt að sjá þetta frá þessu sjónarhorni sem ég stend en
Aðstoðardómarinn með þetta allt á hreinu. Það sé Hjörtur Snorrason sem að dæmir hann leik og Andri Vigfússon og Ingvar Örn Gíslason honum til halds og traust á línunum. Óli Þórðar vill fá sína menn framar. Pressa á. Það er Guðjón. Það er hann með sendingun yfir. Nei, gekk ekki alveg hjá Jóni Ström. Fylkismenn komið hér af stað. Davíð og Þórir við miðvörunum. Andri Már býður boltan hérna inn á miðjunni. Það liggur eitthvað eftir að Rannver hérna. Eitthvað lent á Þóri. Sigurður höfður á honum. Já, þetta eru leikir í A-riðli Reykjavíkurmótsins. Önnur í riðlinum eru Fjölnir, KR og Víkingur. Fjölnir á toppnum með 3 stig eftir fyrsta leikinn með 3-1 sigri á Víkingum. En eftir viku þá eigast við KR og Fylkir og ÍR og Víkingur sjálfsögðu í beinni hér á Sport TV. Eins og allir leikir Reykjavíkurmótsins þetta árið. og 2 mínútur tæpar liðnar á leiknum hér. Við sjáum þessi snirtilegu tilþrifi hjá Tómasi Jó Þorsteinsinni. Hvert ætlar hann? Kominn upp að vítategnum, leitar að Andresi Má sem heldur þessi ná, vel gert. Og Jó Þorsteins þar boltan aftur. Já, fyrir árásinu upp að endamörkum og ekkert kemur út úr því. Það er ekki nóg miklu jafnvægi þegar hann missir boltan út af hérna Ýringar Jónström. Já, Þorsteinn var ekki alveg nógu góð jafnvægi þegar hann reyndi að senda fyrir hérna aðan, en ágætis sprettur hjá honum. Skemmtileg tilþrif. Kannski það hressast það sem leikurinn hefur boðið upp á til þessa. Það ekkert færi en þá bakgrinding á Halldór og Fylkismenn þá hérna aukaspil á hættulegum stað. Kjörið að leita að Þóri eða Valur Fannari. Já, Valur Fannar segir Þorsteini hvar hann vill fá boltan. Bent á kollinn. Já, kemur boltanum inn á hættusvæðið en já, það getur stilun hérna hjá Alberti Brynjar Ingarsinni og það fær Þorsteinn boltan. Tómasi og Þorsteinsson er að kannski ekki Tómas með fína sendingu hérna á Jóhann. Halldór verðst þessu fimlega, gefur boltana frá. Jón reynir að flikka þess áfram út af og Fylkir heldur pressunni. Senda bolta beint upp, reyna mikið að fara upp hérna vinstra megin. Það er svona gengið svona sæmilega að komast upp kantið og að vanta helstu munin í þessari loka sendingu. Andrés velgert hjá honum. Ásgeir með sendingu yfir til hægri. Góður skallinn í teginn. Og svo fyrirgjöfin. Það skall þetta frá. Andri Þór Jónsson að láta sig kveða hérna í sóknarleiknum. Ungur bakvörður. Það er 20 í febrúar.
dæmdur brotlegur. Geta Íringar anda léttar. Þá getur pressa verið á þeim. Langur bolti fram. Já. Aukaspyrna hér sem Íringar eiga. Ekki alveg á markast hjá þeim. Hérna fær Jón boltann. Og Árni Freyr með aðeins og fasta sendingu. Tilbaka á Jón. Markspyrna Bjarni Þórður Halldórsson framkvæmir frá marki sínu. Alveg fann að finna þetta en Íringarnir eru fyrir til. Já, ágætlega gert hérna Kristjáni Ara Aldárssoni og brotið á honum. Árni með aukaspyrnuna. Sýnir sig engin samherji, engin sem vill fá boltan. Þannig hann var vantanlega að spyrna hans bara langt. Og Bjarni Þórður, já, hann komst í þetta. Misti boltan en það bjargaðist. Ingimundur með langa bolta á Andrés eða hvað, nei. Árni Freyr fyrir. Árni fær lokum aukaspyrnu hér. Á miðjum vallarhelmingi Íringa. Ákvæmlega snögg spyrna þarna. Karli Brynjari Björnssoni. Koma fylkismenn enn á ný. Þeir eru nú að auglýsa eftir fyrsta færin í þessu. Gengur ágætlega að láta boltan ganga hér með svæðinu fylkismönnum en jæja, hérna er Andrés Már kominn í álitlega stöðu en rangstæður. Þriðja rangstæðan á Fylki í leiknum. Þeir hindra það að þeir geti spilað stutt, fylkismenn mænda þeim ofalega og Tómas ákveðinn þarna gleðir þjálfarinn sinn með vasklegri framgöngu. Kemur Jón. Já, heldur áfram. Enginn með hann á móti vinstra megin á. Hann endar á að keyra á Andra Þór. En þetta var álitlegt. Langur bolti fram á Albert Brynjar Ingarsson. Vel gert hjá honum. Kemst upp á endamörkum eða hvað, já. Finnur Ingi. Nei. Og seinir að þessu eru fljótir að loka á þá. Hérna er möguleiki hjá Íringum Kristján. En alltaf setna hann að valda boltanum og það er innkast.
Þarna var möguleiki í rauninni báðum megin. Búið til eitthvað. Svo sem greinilegt að liðin á miðju, í byrjun undirbúningstímabilsins, getur kannski frekar sagt, í janúar. Eðlilegt að vanti svolítið upp á og liðin geti sýnt ágætt tildrif eins og við sáum glögglega í leiknum hérna áðan. Þeir skorað voru 4 fín mörk. Þórir finnur Andreas. Eiríkar hreinsar frá. Rétt rúmlega hálftími liðinn af leiknum, en þá markalaust og Ólafur Þorláksson vill fá meiri hreyfingu á sína menn og skilja þeim vel. Óttalega staðir þessa stundina. Fylkist með að vinna þetta. Erfiðar sendingar sem fyrr. En Ásgeir Börkur, hann duglegur eins og alltaf að sjálfsögðu. Vinnur alla bolta sem koma nálægt honum. Albert. Slögg sendingi honum, alveg fannar. Tilbúinn að keyra inn í teiginn en sendingin aftur fyrir hann og aftur fyrir endamörk. Og þá var það markspyrnan. Það er að spila bakurinn en fylkismenn eru fljótir að pressa. Þannig að það vantarlega að senda bolta langt hérna Þorsteinn. Gerir það Valur Fannar. Skallar þetta örugglega frá. Karl Brynjar með skallan tilbaka. Ásgeir Börkur er í ágætri stöðu. Jóhann með honum út í vinstra megin, fær boltan hér og inn í teiginn. Það er svo djúpt og langt og aftur fyrir endamörk. Ingimundur Nýr sá ferðinni hann inn í teiginn. En það sveif yfir hann. Boltinn kominn á markteiginn. Markspyrnan sé framkvæmt. Það vinnur af Valur Fannar en dæmdur brotlegur. Hérna með hnéð undan sér. Árni Freyr og Kristján. Það er klobbi. Það er ekki tveir. Það er aðeins svo mikið. Ingimundur. Heldur boltanum. Finnur samherja, Jóhann. Glæsileg sending. En Örn Ólafsson Landanavaxinn bergaði þessu í hótt. Hann er búinn að selja sig og hann náði að berga því. Spjald hér á Kristján Ara Halldórsson eða það. Ekki sá ég fyrir hvað það skiptir máli. Það var hornspyrnan. Það hefur verið ykkur hérna Þorsteinn Einarsson. Það náði ekki að koma þessu hratt fram. Fældast fyrir honum. Jón Ström fær boltan hér. Þorsteinn á mótunum.
Þorsteinn fyrir þessu, fær hjálpina frá Ingimundi í fjólubláu skónum. Ingimundur gjörsamlega galopinn hérna út í vinstra megin, en er með boltan í miðvörunum. Já, kemur langa bolti. En þetta er alltaf erfið sending og Örn Ólafsson sér við þessu. Og alltaf senir átt sig á þessu fylkismenn. Davíð Þór Ásbjörnsson skallar í rúta. Ingimundur inn í þennan bolta. Tómas. Rannver skadar í innkastið. Já, nú eru komið Íringum að pressa aðeins. Það er mjög gott að sjá það. Það fara sig aðeins framar. Andri. Það er í smá vandræðum núna, en það var Valafannar með heilmikið plássir á miðjunni. Finnur Andrés og Ásgeir. Albert. Ingimundur með honum, fær boltan. Það leikur laglega á þarna, en það er ekki að koma boltanum aftur á Albert. Það verður ekkert af þessu. Það er Guðjón Gunnarsson. Já, vel gert hjá Tómasi Þorsteinssoni. Fljótur að taka hana Valafannar. Það er Ingimund. Það kemur sér skotfæri. Hvað gerir hann? Já, skýtur, hann hittir ekki markið. Þetta er yfir. Já, ágætisfæri þarna og loksins eitthvað að gerast í leiknum. Þegar 8 mínútur eru til hálfleiks. Þetta er það sem áhorfendur Borgarsteinn vilja sjá. Já, fylkismenn fljótar að vinna boltan. Þess að við sjáum pressi frá þeim hér síðustu 7 mínútur hálfleiksins. Nei, það tekst ekki svona. Andri Þór missir boltan út af. Aukaspyrna sem að Fylkir á. Við getum ná eitthvað að skapa úr þessu föstu leikadri. Ekki alveg gengið hafðum hingað til í leiknum. Það er nú gjarnan sterkir þessari stöðu. Þorsteinn reynir að setja boltan eitthvað á fjarstöngina. Fastan bolta á fjær. Já, fínasti bolti en já. Þorsteinn Einarsson misti hreinlega boltan frá sér hérna klaufalega og Sigurhjörtur hjálpar honum. Það gefa honum aukaspyrnuna. Vandan og vaxnir fylkismenn eiga þessa löngu bolta Eiríka. Tómas Áskibörgur. Það er kloppi hjá Jón Ström og Tómas með fyrirgjöfuna. Fínasti bolti
ágætis færi en skallinn ekki nógu góður hjá Andri sem á rétt yfir markið. Já, komið 2 færi núna síðustu 3 mínútunum sem Fylkir á. Spurning hvort þeir ná að skapa sér 1-2 viðbót fyrir leikli. Nýta kannski eitthvað aðra. Þannig að ný vinna Fylkismenn boltan. Skalla boltan á miðsvæðinu. Hérna bolti á Rannver sem er rangstæður. Svo að flagga og kemur flötið. Lengi að fara af stað og Ólafur Þórðarsson allt annað en sáttu við það. Já, hvernig er þessu? Tómas, vel gert hjá honum. Ingimundur. Hvað ætlar hann að gera að finna sér? Það er ágætis hugmynd en hann búist við að Jóhann Þórðarsson hafi verið rangstæðar þarna en hljóp ekki eftir þessu. Fínasta hugmynd samt hjá Ingimundi. Þá er það þeir félagarnir Fylkisliðinu en það gengur ekki. Karl Brynjar dulluðu vandræði með að skila boltan frá þessu aftur á móti. Andrés náskur sig Tómas. Davíð Þór lípur þarna, fær boltan aftur frá Valfannari og hvað skýtur á markið bara? Það er framhjá markspyrna sem að Írningar eiga 3 mínútur eftir að venjulegu leiktíma hér í fyrri hálfleik. Þorsteinn með þessa spyrnu og við væntum þess að Fylkismenn vinni boltan. Já, Valur Fannar að sjálfsögðu. En Írningar hérna sinni boltan. Davíð Þór gerir þetta vel. Já, Albert dæmdur brotlegur. Síðan hafa haldið Haldari frá sér hérna ólulega. Írningar sent langa sendingu fram. Þetta er Jóni Ström, hann er fljótur en Tómas var fljótari þarna með Albert. Það var hætta. Jóhann Þórhallsson, hvað gerir hann með hjálpina? Já, fyrirgefin. Örn skalla frá. Já, þetta eru kraftmiklar tæklingar hér á miðjum vellinum. Og að lokum aukaspyrna Jóhann brotlegur. Það finna Jón Ström. Kristján leitar aftur á Jóni en Fylkismenn verðast þessu auðvitað. Fyrir Kristján. Fyrir Kristján Ari leitar Rannver. Rannveri en það verðast þessu enn og ný þumlega ágætiskafli hérna hjá Írningum. Þá koma Árbæingarnir. Ingimundur með langa bolta fram hérna. Andrés Már, nei. Boltinn til Þorsteins rétt í tæka tíð áður en Andrés Már náði boltanum. Það er 2-3 skref til að ná þessu. Hálf mínúta hér. Áður við förum í viðbótartíma fyrri hálfleiks. Það er ná alla mikið yfir mínútu.
Hvernig gert hana hjá Rannver en sendingin ekki alla leið. Kemur Ingimundur. Já, vel gert hjá Halldóri. Já, hann kemur Jón. Farð á hann segir Ýringar. Hann gerir það. Kristján Ari með honum. Með ágætis pláss þetta. Nei. Ekki nógu vel gert hjá honum. Almar Þorleifsson var þarna með honum. Og hann vildi ekki senda á hann. Það kemur Fylkir. Hálfmínúta komið fram yfir venjulegan leiktíma hér. Fyrir hálfleik. Fylkismenn eiga spilna á. Valur Fannar. Já. Hann farið að leiða stjófið. Markalaust í hálfleik hér í þessum leik Fylkis og ÍR. Við hendum auglýsingapakka á og komum með seinni hálfleikinn eftir bil 15 mínútur. Boltinn í beinni á sporttv.is. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Ískápar. Heldur betur. Max. The greatest gift is in your smile. The way it lingers for a while. Falling with the snow in time. Remember when it snows, you're never all alone. Greatest gift is in your heart. What do you say? Tomorrow, you and I hit the arcade. Kevin Flynn was reported missing today. He was last seen at his home with his son, Sam. Sam, I was paged last night from your dad's office at the arcade. That number's been disconnected for 20 years. Where am I? Your father was the creator of this world. He never thought he'd see you again. Sam, I tried to get back. So what happened? My creation, it turned against me. Here, Mo Flynn, come on. Dad, we have to get you out of here. Here they come! Hold up, you can't make that! Made it. Tron, frumsýnd annan í jólum í Sambíóunum. Tryggðu þér miða á sambio.is. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. No stress, you go there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár.
Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta. Boltinn í beinni
Já, þá heyrum við tæknistjórann ylja sér á höndunum, honum kalt hér í Egilshöllinni. Það engin vindur hérna inni, en góð kæling, vilja segja þess að það hávaðarók fyrir utan. En við erum að horfa hér á leik Fylkis og ÍR í Reykjavíkurmótinu. Annar leikur Reykjavíkurmótsins 2011. Í fyrsta leiknum vann Fjölnir góðan sigur á Víkingum 3-1. Voru mikið betri í þeim leik Fjölnismenn. En hér hafa Fylkismenn verið öllu skárri í óttalega brátum leik fram að þessu. Ef við á tilfinningunni að liðin sé í þungu prógrami. Það sem að spilamennskan þunglumaleg. Það var það Fylkismenn hér í fyrstu sókninni í seinni hálfleik. Vonaði að fá helviti betri spilamennsku hér í seinni hálfleiknum. Allan að færi strax í byrjun og hvað? Frábær markværsla á Þorstinni. Albert Brynjar Ingarsson í flottu færi og afturfæri hérna og fyrsta markið er komið. Það tók ekki nema 51 sekúndu í seinni hálfleik. Andrés Már að mér sýnist hefur skorað þetta mark. Guðlaugur Baldursson allt annað sáttur hérna. Það sá eitthvað sem ég misti af. Ég njóti því miður ekki endursýningarna en þá kemur vonandi síðar en við getum ekki farið ítalið yfir þetta núna. En þetta var góð byrjun á seinni hálfleiknum. Mark á miðjum leikinn og Eiríka þurfa væntanlega að færa sig framar. Já, það hefur verið skiptingar með því sem Baldur Better er komin hérna inn á miðjuna. Ásgeir Börkur, hann er hvergi sjáanlegur hjá Fylki. Ásgeir Börkur mjög góður í fyrirháleik, hljóp mikið. Baldur Better það er að sýna sig hér í seinni hálfleiknum. Já, færi hérna. Annar varamaður. Jóhann Kristjánsson hérna. Já. Hann er komin hérna inn vinstra megin. Það er Jóhann Þórhallsson, hann er sýnist. Andrés Ingimundur hann sendir hér á fjárstöngina Rángstad. Já, Jóhann Kristjánsson hérna 18 ára gutti kom inn á fyrir Jóhann. Vildi hressa upp á þetta Ólafur og það tókst. Skilaði strax árangri. En það var það Íringar. Jájá, Kristján Valdimarsson, hann er líka kominn hérna inn á. Leikmaður númer 2 þarna í baráttunni. 3 skiptingar í hálfleik greinilega hjá Fylki. Það áttir að reyka augunni það hvort að Íringar hafi gert skiptingu. Það áttir að skýra svona þegar líður á hálfleikinn. Valur Ingimundur, hátti varið og Þorsteinn bjargar þessu.
baráttunni þarna, má ekki við marknum. Fyrir Ingimundur hér. Geta flýta sér að þessu, sendur þetta fjárstöngin á Örn Ólafsson, skallar þetta framhjá. Já, í hornið. Ingimundur töltir hér. Hornunum fjast okkur. Já, 5 mínútur rúmlega liðnar af hálfleiknum. Staðan 1-0. Ingimundur sendinguna fyrir. Nei, þetta siglir í gegn og Eiríkar ná að bæja hættunni frá eða hvað. Nei, allt og lengi þessu. Já, þetta var slagt. Jóhann með sendinguna inni. Þórir og Valur missir boltan frá sér og geta Eiríkar sótt hratt. Já, ætlar að gera þetta sjálfur. Árni Freyr og tapa á boltanum. Já, ákveðir. Fínasta skot og glæsilegt mark hjá Andri sem á heldur betri stöðu hér. 2-0 eftir rétt rúmlega 6 mínútna leik í seinni hálfleik. Frábært skot hjá Andri sem á Jóhannesinni. Komið með 2 mörk hér á fyrstu 7 mínútum seinni hálfleiks. Klára þetta nokkurn veginn. Það er alltaf spurningum undan þriðja mark. Það skiptir öllu máli oft á tíðum. Ég er ekki að geta komið sér inn í þetta með því að minnka munin. Það er ekki spurning. Almar. Hotspinna. Almar Þorleifsson velgert hjá honum. Hotspinnan. Takk það spinna á hvað? Það er eitthvað fyrir hver öðrum enn þetta er að ráðfram boltan. Jón Kristján með sendinguna á fjær. Nei. Guðjón segir náðu ekki til boltans og það var Ingimundur. Það er 2 menn með sér. Baldur. Albert og hann er ástæður. Halldór Arnarsson sem er þetta að vera sem að liggur hérna. Og það var skiptingi við Eiríkum. Andri Sigursson að koma inn á. Já, það er skiptingin Almar sem kemur út af. Almar Þorleifsson og Andri Sigursson kemur inn á. Öðru aldursári Andri.
Halldór greinilega búinn að jafna sig eftir hnéskið áðan. Hreinsaði boltan út af. En Fylkismenn áfram með boltan. Allt annað að sáttu þeirra hér í seinni hálfleik heldur en í þeim fyrri. Greinilegt að Ólafur Þórðarson hefur látið vel í sér hér í hálfleiknum. Sendingir inn á hættusvæðið og Eiríkar Sjálfsson komst vænst hann að hreinsa út af. Tómas og Andri sem að tapa boltanum. Árni Freyr, hvað er aukaspyrnu? Og hvað er gula spjaldið á loftið eða hvað? Já, Andrés Már, markaskorari, spjaldaður. Og hérna reka Árna Frey Guðnason á leikvelli. Já, hérna. Já, eitthvað hefur hann sagt. Við höfum komið við gaununa á Sigurði. Þannig að ekki vænkast hagur í eitthvað við það. Einum fari í 35 mínútur tapar og 2 mörkum undir. Árni Freyr Guðnason farinn í bað. Fyrirliði og lykilmaður Eiríka. Hvernig leikurinn þróast eftir þetta. Það Eiríka finni hjá sér einhvern kraft og ná að keyra þetta upp.